Jarðhiti er þegar að heitt vatn er ofan í jörðinni og kemur jafnvel upp á yfirborðið. Jarðhiti er mjög mikilvæg orkulind á Íslandi. Við nýtum jarðhitasvæðin til þess að hita hús og búa til rafmagn. Við notum jarðhitasvæðin líka til þess að hita upp sundlaugar eða hreinlega baða okkur bara í vatninu þar sem það kemur upp úr jörðinni eins og í náttúrulegum. Þessi hái hiti sem getur verið ofan í jörðinni á háhitasvæðum og gufuþrýstingur gerir vatnið á háhitasvæðum gott til þess að hita upp ferskt vatn og sem við notum svo til þess að hita upp hús. Stundum notum við heita vatni beint. Þegar það kemur inn í húsin fer það inn í ofna og lagnir til þess að hita upp húsið, jafnvel til þess að bara bræða upp snjói á bílastæðum og gangstéttum. Við notum það líka í fiskeldi, við ræktun grænmetis og ávexti í gróðurhúsum og allt mögulegt. Jarðhitasvæði skiptast upp í háhitasvæði eins og ég nefndi áðan. Þar er hitinn á nokkur hundruð metra dýpi langt yfir suðumarkið upp á yfirborðinu. Það er að segja að það er mörg 100 gráður. En af því að það er undir miklum þrýstingi þá fer það ekki að sjóða. Það fer ekki að sjóða fyrir þrýstingur og losna sem gerist ekki fyrir upp á yfirborðinu. Þessi losun á þrýstingi er hægt að nota til þess að framleiða rafmagn. Svo erum við með lághitasvæði þar sem vatnið er alla jafna ekki eins heitt og það er kannski nálagt 100 gráðum upp við yfirborðið, getur alveg verið 100 gráður en þegar við förum, það hækkar ekkert mikið hitinn þó við förum að bora okkur niður. En á lághitasvæðum þar getum við ekki búið til rafmagn af því að vatnið er ekki nógu heitt, en við getum vel hitað upp hús og sundlaugar og gróðurhús og þess háttar.